Komið sæl, í dag hefur verið suðlæg átt á landinu og skýjað með köflum eða bjartviðri mest allt austan og norðanvert landið en rigning eða súld sunnan og vestanvert landið. Og mest úrkoma síðastliðinn sólarhring hefur verið að mælast í Grundarfirði en þar voru komnir yfir 160 mm frá miðnætti núna seinnipartin í dag. Og á stóra yfirlitskortinu þá má sjá að það er hæðasvæði hér við Færeyjar en lægðir hér fyrir suðvestan og vestan okkur og þróunin næstu sólarhringana er sú að hæðin verður hér áfram fyrir yfir Færeyjum og nær okkur. Lægðasvæði verða hér áfram á Grænlandshafi en komast ekki alveg upp að landinu eins og líkt og hefur verið síðustu daga þannig að það er útlit fyrir að verði úrkomu lítið á mánudaginn. Og hitinn komst hæst í 23 stig á Bakkagerði við Borgarfjörð eystra í dag en allvíða var hlýtt norðan og austanvert landið en síðastliðna nótt fór hitinn lægst niður í tæp 8 stig í Kambanesi. Og þróunin til morguns er óskup svipuð og verið hefur síðustu daga. Það verður áfram tiltölulega milt loft yfir landin okkar, hlýjast norðan og austanvert landið en þegar líður á morgundaginn og á mánudag er útlit fyrir að hlýni einnig vestanvert landið. Og ef við skoðum hér úrkomu og skýjahullu og vind þá er gular viðvaranir í gildi út af úrkomu á Faxaflóa og Breiðafirði og er það einkum hort á Snæfellsnes og sunnanverða Vestfirði og má gera ráð fyrir því að þessa viðvaranir verða í gildi til klukkan 8 í fyrramálið en einhver úrkoma verður þó áfram eftir degi á morgun en hér norðan og austanvert landið verður yfirleitt þurrt og bjart. Þannig að staðan á morgun er þessu lík, suðlæg átt, yfirleitt svona 3 til 5 metrar á sekundu austanvert landið og bjartviðri að mestu leyti og hlýtt, en suðvestan og vestan til á landinu er gert ráð fyrir að verði skýjað að mestu leyti, rigning eða súld með köflum og heldur minnkandi eftir sem líður á morgundaginn. Og svo er útlit fyrir því að það dragi úr úrkomunni frá því á morgun og fram á mánudag og má sjá að það minnkar alltaf þessi græni og blái litur á vestanverðu landinu en hér austanvert landið er gert ráð fyrir að verði bjartviðri að mestu leyti en þetta gráa svæði hér táknar þoku sem kemur sennilega upp að austanverðu landinu á mánudag. Og á mánudag er þá búist við að verði fremur róleg breytileg átt á landinu og víða bjartviðri en einhver þoka með austurströndinni og lítilsháttar væta fyrst morguninn allra vestast en svo gera spár ráð fyrir því að það létti til þar einnig og hitinn verður svona frá 15 og upp í 20 stig allvíða. Og á þriðjudag er svo útlit fyrir austlæga átt, áfram bjartviðri norðaustan til á landinu en skýjað með köflum sunnan til og þar má gera ráð fyrir að verði einhverjir súldarskúrir, sérstaklega á suðaustur og suðurhluta landsins en norðvestan til er búist við að verði skýjað að mestu leyti en þurrt. Og á miðvikudag er einnig reiknað með að verði austlæg eða breytileg átt hjá okkur, einhver væta á austurhluta landsins en skýjað með köflum og yfirleitt þurrt á norður og norðvestanverðu landinu. Og það kólnar lítið eitt hjá okkur. Og ef við horfum hér á önnur lönd í Evrópu þá er mikið úrkomusvæði hér yfir Norðurlöndunum og hefur verið varað við úrkomu í Danmörku á morgun en það verður úrkomu minna miðbik álfunnar en verið hefur síðustu daga en áfram nokkuð háar hitatölur suður við Miðjarðarhaf. Og á Íberíuskaga er einnig reiknað með að verði hlýtt og sólríkt á morgun, hiti svona frá 25 og upp í 33 stig. Og á Kanaríeyjum er útlit fyrir að verði hlýtt á morgun, hitinn frá 25 og upp í 32 stig og yfirleitt sólríkt. Og í Norður-Ameríku er gert ráð fyrir að verði sólríkt hér í norðausturhluta álfunnar en rigning í Halifax og einnig er útlit fyrir skúraveður Mexíkóflóa. Og hjá okkur er reiknað með að dragi smám saman úr úrkomunni vestanvert landi þegar líður á morgundaginn en áfram þurrt og bjart norðaustanlands. Verið sæl.